Við erum stödd hér á útgerðarsafni Grenivíkur en hér innandyra að finna ýmsa sýningagripi tengjast útgerðarsögu Grýtubakkahrepps. Nú hér á útisvæðinu líka að finna nokkra hluti, meðal annars þennan hérna. Hvað þetta eiginlega? Þetta Rapp glóðarhausvél sem var sett í bát 1942. Þessi bátur var smíðaður út á Látrum og sagt að hann væri smíðaður úr einu rekatré. Er það ekki lygi? Nei, það er engin lygi. En þetta hefur verið bara þokkaleg spýta. Heldur betur. Það var Stefán Stefánsson sem eignaðist þennan bát svo og gerði út og réri með þessa vél í 8 ár og þá fór hann að bila og hann tók hann í land og reif hann sundur og sá að þýtti ekkert að gera við þetta og fekk sér nýja vél í bátinn. Þá bar þar að ungan athafnamann sem kallaður Óli Balda og Stebbi sagði hann mætti eiga vélina ef að hann færi með hana. Og Óli fór með hana heim í Bræðratungu, það var hús sem stóð hérna sunnundir höfðanum niður á Kláströndinni. Og hann sett hana saman og sett henni í gang og kom henni fyrir á stalli og síðan fékk hann sér dínamó og tengdi við og raflýsti heimilið. Já, var það algengt að fólk nýtti svona í það? Nei, trilluvélar voru náttúrulega alls ekki nýttar í það og rafljós inn í húsum var náttúrulega alls ekkit algengt heldur. En þetta stóð nú ekki mjög lengi því að eftir svona 3 vikna góða raflýsingu þá fór vélinn að hökta einhvern tímann eitt kvöldið og Óli stökk út og mátulega kominn til þess að sjá að glóðarhausinn sprakk ofan á vélinni og þar með var hún ónýt og gekk ekki meira. En svo bara 60 árum seinna þá var einhver sem sá þessa vél hann niður á bakkanum og hálfu á kafi í grasi og kannaðist við þetta, vissi hvaða tæki þetta var. Og þá var hún náttúrulega rifin upp úr grasinu og farið með hana hér útir og hér hún bara til skrauts. Til minningar Til minningar frumkvöðulstarf Óla Balda í raflýsingu. Já, útgerðarsögu og frumkvöðlastarf þá. Já, það passar.